Ég er forstjóri Matís og bara örstutt Matís fyrir það sem ekki vita þá erum við stöndum fyrir matvælarannsóknir Íslands og erum búin að vera svona, það hefur aukist ár frá ári það sem við höfum verið að gera varðandi Evrópuverkefni eða verkefni innan rammaáætlunar Evrópu. Ég legg heila áherslu á það. Þetta eru verkefni innan rammaáætlunarinnar sem við erum að horfa á sérstaklega og svona í þessu pólitíska landslægi sem við erum að horfa á í dag þá er stundum hættulegt að tala Evrópuverkefni og sérstaklega Evrópusambandsverkefni. Svona bara ábending sem ég hef reynslu fyrir að kann að vera nauðsynleg. En svona hvað við gerum þá við vinnum mjög mikið með sjávarútveginum. Sjávarútvegurinn er auðvitað svona stærsti þáttur matvælaframleiðslunnar á Íslandi. Það sé ekki svona 80% af heildarverðmætanum sem eru sköpuð þar og ég hugsa að 80% af okkar verkefnum séu á sviði sjávarútvegs með einhverjum hætti en vinnum líka með öðrum matvælaframleiðslu fyrirtækjum og hluti af því sem við gerum er auðvitað að auka virði sjávarfangs og matvæla almennt en það kemur líka inn á bætta lýðheilsu og bætt matvælaöryggi það sem við erum að gera. En kannski bara aðeins svona í byrjun, mér langaði að þetta svona pínu vandræðilegt fyrir mig að leggja af stað með þennan fyrirlestur og ég velti mikið fyrir mig hvernig þetta byrja og ég hugsa að það er sennilega best að fara aðeins út í kassan og mér var bent á það að það hafa aðrir menn farið góða leiðir til að byrja fyrirlestra. Þetta er forstjóri Microsoft og mér langaði svona bara rétt til þess að vekja athygli á því að hann ætla vonandi að sýna sig, hann gerði það allavega á skjánum á mér, gerir það greinilega ekki. En það heyrist mikið í honum og stundum það þannig að menn þurfa hreinlega að fara út fyrir kassan til að ná árangur í þessu og mér langaði svona rétt bara til að vekja athygli á því í byrjun. En þeir fiskar sem róa heitir fyrirlesturinn og þannig er það. Þannig sem er ekki nóg að róa, menn þurfa líka að gera það rétt og róa rétt mið. Og það má segja að svona 2005-2006 þá var lögð stefna á RF sem var forveri Matís það að sækja á erlend mið sem hefur skipt mjög miklu máli og ég legg áherslu á að það skiptir máli að hugsa strategískt í þessum efnum. Það er mjög mikilvægt. Þetta hefur svo skilað sér í því að það eru svona kringum fjórðungur tekna Matís í dag sem koma sem sagt erlendis frá með einum öðrum hætti. Það borgar sig ekki að hafa minniháttarkennd heldur. Ég ætla nú ekki að segja að við séum best og mest í öllu, alls ekki. Við eigum ekki að fara bankaleiðina og þykjast geta allt. En það skiptir líka mjög miklu máli að trúa á það sem við getum gert. Og við getum gert margt mjög vel hérna á Íslandi. Við höfum sýnt það og við höfum líka ákveðna sérstöðu sem við höfum að nýta og höfum mikla möguleika til að ná langt með þá sérstöðu. Nú, stærðin skiptir máli, ég veit að þetta er umdeilt, sérstaklega meðal karlmanna, en þetta er nú samt sem áður þannig að stærðin getur skipt máli og ég held að mig fullir að Matís er mun betur í stakk búið að sækja í rammaáætlunina heldur en minni einingar þann voru áður, þó svo hafi verið mikil þekking þar. Og það snýst tvennt má segja, annars vegar bara mannauðinn sem er fyrir hendi og svo hins vegar möguleikann á því að spila á svona þverfaglega rannsóknir og þróun. Og í mínum huga rammaáætlunin er að breytast, hún er að breytast má segja frá fimmta áætlunin var kannski meira inn á samskipti vísindamanna, sjötta og sjöunda mun meira í áttina á þróun en næsta sem Horizon 2020 liggur nokkuð fyrir að verði mjög mikið inn á verðmætasköpun. Evrópa stendur frammi fyrir því að vera að keppa núna við Kína og BRIC-löndin sterklega og menn þurfa að leggja mikla áherslu á það að skapa verðmæti. Nú, það er spurning með ráðgjafa, þetta er spurning sem allir standa frammi fyrir held ég sem að vilja fara í þetta og ég er svona beggja blands. Við höfum fengið ráðgjafa til þess að hjálpa okkur, fengum Sean McCarthy til þess að halda námskeið, skiptir mjög miklu máli. Hann hjálpaði okkur við að leggja stað með umsóknir á sínum tíma, 2006-2007. En það skiptir líka mjög miklu máli að byggja upp þekkingu bæði innan hús og svo þetta innan lands og ég held að sé alveg til fyrirmyndar í rauninni það sem að Enterprise EN er að gera hérna, það er að segja að dreifa þekkingur sem er fyrir hendi og þá aukana með því. Skiptir miklu máli. Nú, það skiptir líka miklu máli að hafa öfluga samstarfsaðila og þar vísa ég nú bara til, af því ég nú kem svolítið úr sjávarútvegsumhverfinu, það eru mjög öflug fyrirtæki hérna í sjávarútvegi, en ekki bara í sjávarútveginu sjálfum heldur líka í þjónustugreinunum. Bæði varðandi tækni, þróun og vélaframleiðslu og annað í þeim dúr, hugbúnað, markaðssetningu og fleira og allir þessir þættir í rauninni þegar þeir koma saman, ef hægt er að spila þeim saman, þá er þetta mjög sterk heild sem hægt er að sækja sterklega inn á.
Það eins og það skiptir líka máli að gera þetta svona, þessi raunverulegur áhugi. Það er auðvitað alveg klárt að það þýðir ekki til lengri tíma allavega að bara fá svona alibæs inn í verkefni og láta eins og það sé áhugi. Það verður auðvitað að vera verkefni sem skipta fyrirtæki miklu máli og það er líka það sem við erum að horfa á að rammaáætlanirnar sækjast eftir. Og það er auðvitað stærri og stærri þáttur rammaáætlana verkefni í dag sem eru SMI hluti. Þannig að þetta er auðvitað kærkomið tækifæri til þess að byggja upp lítil og meðalstór fyrirtæki. Og það eru ótrúlega mörg lítil og meðalstór fyrirtæki á Íslandi. Við erum svo lítil. Nú, við auðvitað eigum að uppskera eins og sáður til og helst betur, það er alveg klárt. Ég þykist vita að það hefur verið gert. Ég þekki nú ekki tölurnar alveg nákvæmlega en ég veit að til rammaáætlunarinnar hefur verið greitt mun minna heldur en Ísland hefur tekið út, sem að skiptir auðvitað miklu máli. En það skiptir líka máli að verðmætin er ekki bara peningaleg, heldur líka þekkingaleg. Það er mjög mikil þekking sem hefur skapast, tengsl eins og bent var á hérna hjá Blóðbankanum áðan og þetta er dæmi til að mynda 4 ungar konur sem starfa allar hjá Matís og eru annarkvort í doktorsnámi eða nýbúnar og hafa allar tengst rammaáætlunar verkefnum í sínum störfum. Rauninni tækifæri fyrir Ísland til þess að komast mun lengra varðandi þekkingu. En ekki síður varðandi verðmæti og hér er nú mynd sem að sýni þá útflutningsverðmæti á hvert kíló afla. Kann að virka svona nepotist fyrir vísindamenn en ég vil þó benda á að það er verulegur hluti af útflutningsverðmætum Íslendinga sem að liggja í fiskafla. Þannig það skiptir auðvitað mjög miklu máli hvað við fáum fyrir hvert kíló. Og ég ætla nú alls ekki að segja að þessi árangur sem hefur náðst síðustu ár sé bara rannsóknum og þróun að þakka en það er þó alveg ljóst að 2003 þá varð AFS-sjóðurinn til sem er svona strategískur sjóður í rauninni í sjávarútvegi þar sem menn eru að horfa sérstaklega á auka virði sjávarfangs og ég held að hann hafi klárlega spilað inn í þessa mynd og ég vil nú sjálfur meina að þessi stefnumótun sem hann farið í þá hjá Matís eða RF á sínum tíma hafi líka skipt máli því að það eru mörg verkefni sem eru bæði leidd af Íslandi eða með svona leiðandi hlutverk af Íslands hálfu þar sem hafa skapast verðmæti fyrir sjávarútveginn og jafnvel kontaktar og fleira sem hafa skipt máli til þess að búa til verðmæti. Við erum að nýta sérstöðuna og nýta styrkleikana. Við erum ekki nema 300.000 og það geta ekki allir unnið í rammaáætlunarverkefnum af því. Þannig við þurfum að nýta það sem við bæði höfum, sérstaklega á náttúruauðlindum og horfa til þess að byggja upp verðmætaiðnaði kringum það, en auðvitað líka þá þekkingu sem við höfum og hvar við stöndum framalega. Og eitt af því auðvitað er okkar lífríki, okkar náttúra, en annað svo auðvitað möguleikinn á því að starfa sterklega þverfaglega. Það er lítið stjórnkerfið í rauninni þó svo að séu fréttir af 8, 9, 10 leyfum sem að kræklingabændur þurfa að sækja þá er samt sem áður tiltölulega lítið stjórnkerfi á Íslandi, er ekki langt út til fyrirtækjanna og miklu möguleikar á því að starfa þvert á greinar, þvert á fyrirtæki, háskólar, rannsóknarstofnanir, fyrirtæki og jafnvel opinberir aðilar. Og það er ekki, við tölum öll saman tungumálið og er ekkert sérstaklega flókið að ná fólki saman. Skiptir mjög miklu máli. Í því samhengi, bara svona aftur til þess að vísa til sjávarútvegsins, þá eru þetta mjög margt sem hægt að gera. Það eru verðmæti sem liggja víða og þetta er svona mynd sem við höfum verið að leika með á Matís varðandi það hvar eru verðmæti innan sjávarútvegsins sjálfs, alls ekki tæmandi. En alveg ljóst að hér koma bara verulega stór hluti af íslenskum fyrirtækjum, margar stofnanir, háskólar að myndinni og mjög margt í rauninni sem hægt að gera sem að getur aukið verðmæti innanlands, skiptir máli hér, en er líka eitthvað sem getur skipt miklu máli fyrir Evrópu. Því við mögum ekki gleyma því að þar sem við stöndum framalega til að mynda í heilbrigðisvísindum, innan sjávarútvegs og víðar, þá stendur Ísland mjög framalega á evrópska vísu og rauninni á heimsvísu. Ég held við að horfa á það sem allavega tækifæri og einhverju leyti staðreynd þó svo við mögum ekki að verða sjálfbyrgingsleg og trúa því að við séum best í öllu. Það eins og það skiptir líka máli að vinna þetta, út fyrir stór höfuðborgarsvæðið og Matís staðsett hér, þar að segja í Reykjavík, hins vegar erum við líka stödd ansi víð landið og það hefur skipt okkur mjög miklu máli. Leyfilega fullir það og mörg rammaáætlunarverkefni og alþjóðleg verkefni sem eru unnin má segja þvert á starfsstöðvarnar okkar og við lítum má segja á okkar starfsstöðvarstjóra sem nokkurs konar sendiherra fyrir bæði fyrirtækin sem á stöðunum
og þá má segja að við tökum verkefnin þeirra heim til okkar. Það auðvitað ekki hægt að vera með þekking á öllum mögulegum sviðum og öllum stöðum, en þeir verða svona sendiherrar og taka verkefnin og áskorunina til okkar á Matís, og svo öfugt að ef við sjáum möguleika þá höfum við jafnframt sendiherra á stöðunum sem geta fara að tala við fyrirtækin og séð hvort þessi áhuga á samstarfi. Lykilatriði í mínum huga. Það skiptir máli að innleiða nýja tækni og hér kann að vera atriði sem menn ekki sammála mér Ég tel að við eigum að horfa strategískt á hlutina, við eigum ekki að reyna að gera allt. Það verður ómögulegt, tel ég. Við getum ekki búið til allt á Íslandi og við eigum að horfa á okkar styrkleika. Við verðum bara að horfast í augu við það. Við munum ekki ná að búa til allar mögulegar, öll möguleg tæki hérna. Það verður ekki allir mögulegir iðnaðir á Íslandi. Við munum seint ná miklum árangri í geimferðarkapphlaupi við stórveldi. Þess vegna skiptir máli að horfa á það sem við gerum vel, það sem við höfum sérstöðu og styrkleika, en að sækja þá þekkingu og tækni til þeirra sem standa best. Og hérna höfum við til að mynda að við höfum leitað í samstarf með stórum fyrirtækjum, Rocket og fleiri stórum matvælafyrirtækjum og það hefur skipt okkur mjög miklu máli í rauninni í þessu alþjóðlega samstarfi. Og það skiptir auðvitað máli að horfa til framtíðar og bara leggja aftur áherslu á það að við eigum auðvitað að horfa á okkar styrkleika. Það þarf að fjárfesta í, má segja, samstarfinu, það þarf að fjárfesta í rannsóknaráætlunum og það alls ekki nóg bara að lesa köllin þegar þau koma út einhvern tímann í júlí og ætla að komast inn í eitthvað sterkt konsortium. Við þurfum að horfa á það í rauninni hvernig köllin eru byggð upp. Sean McCarthy, þegar hann hélt síðast námskeið, þá lagði hann áherslu á það að fyrir Horizon 2020 þá þyrftu menn að komast inn í að lobbyera fyrir þeim hlutum sem skipta máli strax í rauninni síðasta ári og á þessu ári. Alls ekki mikið síðar. Því að stórlínunar eru lagðar nú þegar og ég held að hafi skipt miklu máli að til að mynda koma með svona position pappíra inn í það ferli og eitthvað sem við eigum virkilega að leggja áherslu á. En það auðvitað skiptir máli að það eru margir vísindamenn sem að reyna að gera sömu hlutina og það þarf sterkt kerfi í kringum það allt saman og ég held að Ranni segi á mörgu heiðurskilið í þeim efnum líka. Við þurfum að nýta alla áætlunina, ég ætla alls ekki að halda því fram að við gerum það á Matís en það fullt af möguleikum og ég sé bara fleiri möguleika hérna í máli hans Kjartans heldur en ég hefði komið auga á, þannig að það skiptir auðvitað máli að nýta áætlunina alla. Það eru fullt af stórum tækifærum og við eigum ekki bara að horfa til Evrópu, það eru önnur lönd og ég held að það svona ágætis svona hugljómun allavega sem kemur upp í hugan þegar maður sér að neytendamarkaður í Kína að stækka nánast Þýskalandsmarkað heilan á hverju ári. Það skiptir okkur þetta mjög miklu máli, þar sem við erum að selja að við teljum toppvöru og þá ég að vísa til sjávarútvegsins en ekki síður til annarra greina því að við stöndum við erum með tiltölulega dýrt vinnuafl þrátt fyrir allt á Íslandi og viljum geta selt okkar vöru á sem bestu verði og fá sem mest virði fyrir hana. Þetta er framtak sem í gangi og ég bara aðeins að vísa til þess hvað hægt að gera varðandi þverfaglegt samstarf. Þetta ekki rammaáætlunarverkefni neitt slíkt en það er búið að auglýsa núna og komna skráningar í alþjóðlegt framhaldsnám í matvælafræði þar sem að samtalsnet opinberu háskólana, Matís og fyrirtæki bæði í sjávarútvegi og reyndar í öðrum matvælaiðnaði hafa komið að og ég held að mig segja að flest mjög mörg tæknileg fyrirtæki hafa lagt áherslu á það að menntakerfið þarf að standa sterklega baki verðmætasköpun og atvinnusköpun og þar skiptir máli að menn sé að horfa til þeirra greina sem við stöndum sterk í og ég held að skipti mjög miklu máli að má segja verk, tæknimenntun, raungreinarmenntun og auðvitað önnur menntun horfi á þarfir atvinnulífsins og reyni þá að koma með tilboð þar inn sem geta hentað. Og þetta verður líka eitthvað sem skiptir máli inn í Evrópssamstarfi í framhaldinu. Ég ekki í vafa það. Því að það ekkert önnur staða sem við erum að horfa á í Evrópu heldur en hér varðandi þörf fyrir verðmætasköpun. Hins vegar stöndum við vel að því leyti að hér tiltölulega ung þjóð á meðan að Evrópa óneitanlega eldast og á sama tíma yngri partur Evrópu allavega það verulegt atvinnuleysi og talsvert mikið önnur staða en hér og að nokkru leyti það ákveðin sérstaða í þessu fyrir Ísland sem við getum allavega að spila fram.
Svo þetta er mín síðasta glæra. Þetta er hérna, það mikill meistari á Matís, Páll Gunnar Pálsson, sem aðstoðar mig nú í öllum glærukynningum. Ég sagði við hann, herðu, það væri nú alveg snilld, ég man eftir einu atriði úr Batman, þar sem hann datt og ég man ekki hvernig það var nákvæmlega. Getur ekki tjekkað eitthvað á þessu? Og þetta kannski það sem skiptir mjög miklu máli, að við munum, allir þeir sem fara á þennan veg, þeir munu detta, alveg klárt. En þá þetta viðhorfið, glasið hálftómt eða hálffullt, dettum við til þess að standa upp aftur eða dettum við bara til þess að liggja grænjandi á veginum. Og bara svona pínu saga í restina, að ég sem sagt útskrifaðist, kláraði minn doktor 2008 og var á þeim tíma að skrifa rammaáætlunarverkefni sem hét Sustain Food. Það komst ekki í gegn, var númer 2, það var náttúrulega djöfulegt. Var á sama tíma að reyna að skrifa annað nánast sem að náði nú bara alls ekki í gegn og var auðvitað fífldirfska í sjálfu sér að reyna það. Nokkru síðar prófaði ég að skrifa 3. verkefnið og náði ekki einu svona að senda það og fékk mikla skammi fyrir. En í dag eru sem sagt af þessum verkefnum eftir auðvitað mikla vinnu og ýmiss konar snúninga á þeim, 2 af þeim orðin styrkt rammaáætlunarverkefni. Þannig það skiptir auðvitað miklu máli að standa upp og horfa í rauninni á föllin sem áskoranir og þá horfa til þess hvernig hægt að bæta hlutina og ná lengra fram á veginn. Takk fyrir. Kannski bara eitt örstutt, ég glemdi því í byrjun, það auðvitað alls ekki, það eiginlega engar upplýsingar verkefnin sem í gangi á Matís, hins vegar ársskýrslan 2011, hún var tileinkuð alþjóðlegu samstarfi, þannig að þið getið farið á netið á matís.is og séð í rauninni, bæði innan verkefnina en eins ársskýrslan á netinu, þar sem þó nokkuð upplýsingum verkefnin sjálf, þannig að og þá fólki sem stendur að þeim. Takk.